að því ég var að senda miðflokknum skilaboð, að því að þeir geta talað transfólk eins og þeir vilja í sínum bergmálshellum, en ef að þeir ætla að koma hérna í borgina og verða viðræðu hæfir borgarmálin, þá eins gott að þeir sýni fólki virðingu, sýni því skilning, séu umburðarlyndir gagnvart þeim hópum sem að borgin að þjóna. Þau munu reka borgina þannig að það verður bara meiri halli á borginni og eru í mestu vandræðum að reyna einhvern veginn að halda upp í vörnum gagnvart samstarfs eða sem sagt sömu flokkum sem að stýra í ríkisstjórninni, og þetta bara algjört rugl. Bara rugl. Mjög undarlegt við flokk fólksins allt frá því að þessi ríkisstjórn tók saman höndum. Það bara ef við erum alveg hreinskilnir með það. Ég veit, þetta heila á þeim stað að maður vorkennir þeim. Bara í alvöru. Góðan daginn og þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þetta hlaðvarp. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsið.is, Happy Hydrate, Poulsen, Alvörubón, Bæjarins bestu pilsur, heitirpottar.is og drífa.is. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu þá getur þú að sjálfsögðu fengið þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga með því að fara inn á partus.is/1pæling og gerast þar áskrifandi, en þannig ert þú að styðja við það að ég skapi þetta efni og áskrifendur eru stærsta staka tekjulind þessa hlaðvarps. Sem áskrifandi getur þú tengt hlaðvarpið við Apple Podcast eða aðrar hlaðvarpsveitur og fengið þáttinn uppfærðan með RSS-lekk sem þú finnur á partus.is/1pæling undir RSS-lekkir sem að gerir hlustun einfalda og þægilega. En ég vil hvetja ykkur til að segja viðskipti við samstarfsmenn mína, en þeir eru að sjálfsögðu ekki sammála mér allt, en þeir eru að stuðla að málfrelsi á Íslandi sem nákvæmlega það sem að þetta hlaðvarp snýst En vindum okkur á þættinum, gjörið þið svo vel. Nei. Ég veit ekki hvort að, þú veist, embættismennirnir í ráðuneytinu hafi nokkuð tímann hitt fatlaðan einstakling, sko. Það bara, sko, að þegar þú ert með fatlaðar, annars vegar fólki sem vinnur með þeim, og svo það þeir sem eru í því að, sko, klappa sér fyrir það að vera góða manneskjur. Já. Og það eru ofta tíðum fólk sem hefur enga snertingu við málaflokkin. Já. Og það sem búið að gerast núna. Já. Hefurðu lesið þetta plagg? Samningin? Við erum byrjaðir, sko. Já, ég hef gert það. Þetta bara eitthvað, sko, þessi samningur ekki merkilegur. Hann náttúrulega mannréttindaplagg. Hann bara eitthvað svona woke dæmi, sko. Hann með kynjaglerun og kynþættir og eitthvað fleira, sko. Þetta svolítið skrítið plagg. Já, en kannski... Það var að tala samning Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk. Já. En þjónustu fatlað fólk. Já, en sko, það kannski kjarnast í 19. greininni sem segir að fatlaður einstaklingur á samkvæmt þessum samningi rétt til þess að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu. Og þetta bara svona leiðarstefið varðandi þá þjónustu sem að við viljum að fatlað fólk fái. En það sem mér finnst í raun og veru andstyggilegt, og ég hef verið að gera athugasemdir við núna, að félagsmálaráðherra skuli fara fram og leggja fyrir Alþingi lögfestingu á þessum samningi sem að ég styð og flestir styðja, ég held bara allir, en lætur ekki fylgja fjármagn með og hún brýtur lög með því að láta ekki gera áhrifamat á kostnaði. Þar sveitarstjórnarlögin brotin, að því það má ekki færa sveitarfélögunum verkefni eða fela þeim að sinna verkefni að þess að tekjustofnar fylgi. Hún brýtur líka lög opinber fjármál, það sem þessi krafist, og það ábyrgð á þeirra að láta gera áhrifamat löggjafar á stöðu ríkissjóðs og hún var vöruð við þessu. Sambandi sveitarfélaga varaði við þessu og við, þar ég í stjórn við samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, lögðu fram umsögn og bentu á þetta samkvæmt mati Haraldar Líndal og HLH ráðgjafar sem hafa skoðað þessi mál mest, kostnaðurinn við þetta árlega 14 milljarðar cirka. En ráðherrann bara segi nei, ég bara ætla ekki að skoða þetta. Þingmennirnir okkar í Framsókn, þeir báðu það að málið tekið eftir inn í nefnd milli annarar og þriðju umræðu til þess að fá þetta mat, láta gera matið og Flokkur fólksins sagði bara nei. Síðan gerist það að samningurinn er lögfestur og það gleðistund fyrir fatlað fólk og alla þeirra aðstendendur og örfáum vikum seinna þá Öryrkjabandalagið komið með bréf til borgarinnar og spyr, heyriði, nú búið að lögfesta þennan samning. Það eru fullt af, það eru 42 umsóknir NPA aðstoð
Við erum búin að leita til borgarstjóra og forseta borgarstjórnar Sönnu og formanns borgarráðs, fáum ekki svör, sendum ykkur þessuna öllum hérna í borgarstjórn bréf og spyrjum af hverju sést ekkit í fjárhagsáætluninni sem þeir eru að fara að samþykkja eftir viku, hvernig þið ætlaði að fjármagna þessa samninga. Og þessir sömu flokkar sem stýra landinu og borginni, þeir svara ekki. Nei, en er þetta ekki frábært fyrir það Þeir ykkur svara sem ekki. eru í minnihluta að, þú veist, Inga Sæland kastar þessari handsprengju í hérna borgarstjórn sem er meðal annars með flokk fólksins innanborðs. Já. Þannig að þetta er hérna það sem heitir á ensku friendly fire að einhver leiti. Er ekki bara frábært fyrir ykkur, ég menna. Núna allt í einu Sanna Magdalena og fleiri þannig sem eru búin að vera að klappa sér á baki fyrir það að vera mitt svona mjög umhuga þennan málaflokk. Já. Er handsprengi í, út af því að sko ég hef lesið þetta plagg og ég var nú á alþjóðlegri ráðstefnu hérna þjónustu við fatlað fólk þar síðasta sumar í Portugal þar sem að voru mismunandi þjóðir að svona stilla saman strengi það hvernig væri best að koma á það sem heitir einmitt þetta sjálfstætt líf. Já. Þetta er svona hugmyndafræði sem að byggir á því að fatlaðir eigi að hafa getu til þess að lifa svona aðeins og mestu án hindrana. Já. Og hvað þarf að vera fyrir hendi til þess að það koma að laggjarnar. Hins vegar þá veit ég líka það að Norðurlandaþjóðirnar standa töluvert framar með Spáni, Portugal og öðrum þjóðum. Kanada reyndar stendur sig líka mjög vel og þeir voru einmitt líka hana. En aftur á móti þá eru Norðurlandaþjóðirnar ekki að samþykkja hana samning. Og það er ekki út af því að þeir eru eitthvað vont fólk. Það er bara út af því að þessi samningur er stór undarlegur. Í fyrsta lagi er hann mjög svona woke, er að henda einhverju svona orðatiltækjum að borða við kynþáttur og kynjaglerun og kynjafræði og eitthvað þannig. En í ofanalag að þá er líka bara mjög margt mjög óskýrt, sérstaklega er varðar sjálfstæða búsetu sem að byggir á því að ef að fatlaður einstaklingur er til dæmis að einhverju leyti ósáttur við búsetuna þá á hann eiga rétt á því að fá nýja búsetu. Þá eru við komin í mjög teygjanlegt hugtak þar sem að þeir eru kannski bara að reka eitthvað fyrir dómstólum þar sem að þeir eru, heyrðu, ég er hérna bara ósáttur við þetta húsnæði sem ég fengi og þá getur bara verið stanslaust ósáttur. Já, það stendur að fatlaður einstaklingur eigi að geta valið sér búsetu og hérna, þannig að já, ég meina þetta er kannski dálítið opið orðalag en sko fyrir mér hérna snýst það snýst ekki sko einhverja flokkspólitík minni hluta eða meiri hluta. Ég er bara með þá reynslu á bakinu að hafa fjallað málefni fatlaðs fólks, ofbeldi gagnvart því, kynferðislegt og líkamlegt og andlegt ofbeldi sem fréttamaður sá að sú umfjöllun þótt hún væri hræðileg, hreyfði ekkert við kerfinu og var hvatið fyrir mig til þess að fara í pólitík að reyna að breyta kerfinu, þannig að þessi málaflokkur skipti mig mjög miklu máli. Og á þessu kjörtímabili hef ég verið að berjast í því gagnvart ríkisstjórninni, þá síðustu ríkisstjórn, að fá meiri fjármuni af því að málaflokkurum var undirfjármagnaður. Það gekk í grunninn vel, þrátt fyrir að vera erfitt, við fengum 12 milljarða til viðbótar. Þess vegna er það sko ergjandi að sjá þá nýja ríkisstjórn koma inn sem að lét kjósa sig út á það að ætla að styðja einmitt við þennan hóp, til dæmis, Inga Sæland. En hérna trommar upp með þetta, fellir tári í þingsal en lætur fjármagnið ekki fylgja með. Og það eru einfallega bara svik við fatlað fólk og mér finnst það óheiðarlegt. Þannig að ég gagnrýni það bara mjög harðlega og meiri hlutin í borginni er náttúrulega í tómu vandræðum með þetta. Þau vita það er engi peninga til. Þau munu reka borginna þannig að það verður bara meiri halli á borginni og eru í mestu vandræðum að reyna einhvern veginn að halda upp í vörnum gagnvart samstarfs eða sem sagt sömu flokkum sem er að stýra í ríkisstjórninni og þetta er bara algjört rugl. Bara rugl. Og þetta er svo óvönduð vinnubröð. Ég kemst ekki yfir það. Hlaðvarp er í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það er nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem er valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta er ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur eru þetta bara gæði í gegn. Frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt á sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk.
Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Nei, það náttúrulega, ef við tölum líka bara hreint út, það búið að vera mjög margt, mjög undarlegt við Flokk fólksins, allt frá því að þessi ríkisstjórn tók saman höndum. Það bara ef við erum alveg hreinskilnir með það. Já, þetta heil á þeim stað að maður vorkinnir þeim, bara í alvöru. Maður sér það að menntamálaráðherrann, hann getur varla komist í gegnum daginn án þess að lenda í einhverjum leiðindum í fjölmiðlum og maður veit alveg hvernig þetta virkar. Þegar það krísa þá fer öll orkan í það og hann alltaf að slást í fjölmiðlum yfir einhverjum vandræðamálum, óheppilegum ummælum og fleira og það tekur greinilega miklu orku og tíma og skólakerfið okkar sem finnst mér að einhverju leyti á ákveðnum tímamótum. Maður finnur það að tiltrú kerfisins og fjölskyldnanna sem eiga börn í þessu kerfi á menntamála yfirvöldum að dvína og það rosalega slæmt. Að því við þurfum að vera með skólakerfi sem uppfullt af öflugum kennurum sem að hafa orku og metnað og sjálfstraust til þess að ná árangri og ég ætla ekki bara að skella þessu á menntamálaráðherrana því að við í borginni þurfum að fara í stórsókn í skólamálum. Við höfum séð einhvern veginn árangurinn fara niður og það grafalvarlegt mál. Við sjáum það líka að samfélaginu okkar hefur verið breytt með því að flytja hér inn fjölda útlendinga sem að hafa sest að á Íslandi. Við þurftum vinnuafl og því fylgdu mörg börn. Skólarnir okkar hafa gerbreyst á áratug. Hlutfall barna af erlendum uppruna til dæmis í Breiðholtinu og þar sem yfirráðasvæði suðurmiðstöðvar hefur farið á einum áratug úr 26% í 47%. Við erum með skóla sem eru með 85% barna af erlendum uppruna, 70%, 60%. Við erum með líklega 5-6 skóla sem eru með 60% barna af erlendum uppruna og svo koma 10 í viðbót þar sem að börnin af erlendum uppruna eru yfir, 30% og yfir. Og halda það að þetta gangi án þess að við grípum til róttækra aðgerða, það bara einhver svona fáránleg bjartsýni. Við verðum að taka í taumana núna. Og við finnum það og á kennurum, við héldum frábæran fund með kennurum daginn og skólamálin þar sem að við vorum að tala bara álagið inn í skólastofunni. Þegar þú ert með þriðjung bekkjarinn sem að talar ekki íslensku af móðurmáli og talar kannski mjög litla íslensku, þá reynir það á allt skólastarf. Það tekur ofboðslega orku frá kennaranum að vera með svona flókin bekk. Og við höfum verið að setja inn meiri stuðning inn í bekkina og þetta bara ekki að ganga. Þannig að við í Framsókn erum núna að leggja til breytingar tillögu við fjárhagsáætlun borgarinnar sem að snýst það að við setjum á fót móttökudeildir fyrir börn af erlendum uppruna þar sem að þau eru fara ekki inn í venjulegan bekk af því þau tala ekki íslensku. Og einhvern getur bara fundist það fullkomlega eðlilegt að þú þyrftir kannski að ná tökum á íslensku áður en þú byrjar í íslenskum bekk að læra á íslensku. En við höfum bara látið þetta ganga svona undanfarin ár og við hljótum að spyrja okkur, þetta ekki að ganga. Þannig að við leggjum til að það verði sérbekkir í hverjum í öllum skólum þar sem eftirspurn eftir þessu og þar fá þessi börn bara alveg mjög mikla íslensku kennslu í 3 til 6, jafnvel 9 mánuði eftir því hvernig þeim gengur og það einstaklingsbundið mat á því hvert þetta komin. Þú verður að ná tökum á íslensku til þess að geta lært á íslensku.
en við viljum hafa þetta í skólunum. Við viljum ekki hafa einhverja sérstaka móttöku skóla þar sem börn innflytjenda einangrast. Við viljum að séu í sínu hverfi þar sem þau búa, í skólanum, byggingunni þar sem að hinir krakkarnir eru, nágrannar þeirra, þar sem þau fara út í frímínútur og kynnast hinum krökkunum sem að þau munu síðan fara í bekk með, skólaumhverfinu, íþróttafélaginu og myndi tengslin. Að því íslenskan lykillinn að aðlögun þessara barna inn í íslenskt samfélag. En ég hef líka tekið eftir því að þegar við erum að tala um það hvernig gengur, ég að tala við skólafólk og fólkið okkar í kerfinu, hvernig gengur að ná til þessara fjölskyldna, þú veist, þegar eitthvað kemur upp á, þá viðkvæðið gjarnan, það erfitt að ná til fjölskyldna sem eru af erlendum uppruna. Þannig að við þurfum að rækta samband borgarinnar við foreldra þessara barna. Þannig að við leggjum líka til að þessir foreldrar, þeim bjóðist að fara á íslensku námskeið. Nú ríkisstjórnin að skera niður fjármagn til íslensku kennslu fyrir útlendinga akkurát á þeim tíma sem við verðum að efla íslensku kennslu fyrir útlendinga. Ótrúleg ákvörðun. Þannig að ég legg til að við bjóðum upp á námskeið fyrir foreldra þessa barna, 12 vikna námskeið, þar sem að þeim svona hleypt af stað í það að læra íslensku og markmiðið að þau læri kannski sérstaklega þann orðaforða sem að tengist námi barnsins. Þannig að þessir foreldrar geti stutt við heimanám, við skólagöngu sinna barna í íslensku skólakerfi, að því að ef við höldum svona áfram þar sem að innflytjendur sem koma hingað inn, þeim gengur ver í skólanum, þau hafa þannig minni möguleika að fara í langskólanám og fá vel launuð störf. Foreldrarnir alla jafna eru flestir á leigumarkaði, þannig að eignamyndun þessara fjölskyldna, hún verður ekki til eins og hjá okkur í steypunni ef við eignumst einhvern tímann íbúð, og færist ekki milli kynslóða, að því það ekkert að erfa að hægt og rólega þá erum við hér komin með 2 þjóðir í einu landi, þar sem við erum með lágtekjufólk af erlendum uppruna í leiguhúsnæði sem að njóta ekki sömu tækifæra, tala ekki málið, og svo Íslendinga sem eru hér fæddir og geta rækið ætti sína til Snorra Sturlusonar og auðurinn færist milli kynslóða. Og smátt verða til þessar 2 þjóðir í þessu landi og það ekki gott. Nei, það margt í þessu. Ég var með hann Unnar Stefán sem hefur leyft grettistaki í Háaleitiskóla við Ásbrú, þar sem hann hefur verið með þessa móttökuskóla og hefur verið að byggja á því að það sé hægt að standa frekar vel af þessu ef þetta rétt gert, sem sama hugmyndafræði og þú ert að reifa hérna. En ég velti fyrir mér hvernig þetta muni koma til með að vera í praktík hérna, því að ef við erum bara hreinskilnir þá eru skólayfirvöld og menntavísindasvið og fleiri sem hafa verið að byggja sína hugmyndafræði á skóla án aðgreiningar og vera einhvern veginn að reyna að keyra þetta inn allir saman, og það sé svona falleg hugmynd sem þóli geta hugtak fjármagn fylgdi ekki með, en það gerði ekki. Þú veist, þetta var bara rosalega sérkennileg hugmynd það að fólk sem væri með miklar geðraskanir og kannski jafnvel líkamlega fatlanir myndi bara vera steypt inn í skóla þar sem að þeir myndu einangrast sjálfkrafa út af því að það væri bara erfiðara fyrir að aðlagast og því að sérþjónustan væri ekki fyrir hendi. En við erum með gott fólk sem að klappa sér á baki fyrir það að hafa ítt fólki, svolítið svona eins og Inga Sæland að gera við borginu núna, þar sem að bara fólki ítt út í þennan veruleika og aðrir eiga að sjá til þess að þetta gerist. En hvernig ætlar að komast í gegnum út af því við vitum að þessar, stoðir eru fyrir hendi, þar sem við erum menntavísindasvið og fleiri sem ekkert svakalega hrifnir af svona móttöku deildum. Já, ég held að pendúllinn sé að sveiflast í eináttina. Já, ég veit það, en það ekki hjá þessu fólki. Nei, en þau ekki kjörin til þess að bera ábyrgð á skólakerfinu. Og það eru við stjórnmálamennirnir sem verðum að hafa pólitíska forystu fyrir breytingum í þessum kerfum sem okkur falið að sinna. Og þannig þú ætla bara að keyra ekki á skaflinn? Nei, ég bara þeirra skoðunar að menntavísindasvið það mikið af fagfólki, en mér finnst ennþá mikilvægara
að hlusta á kennarana sjálfa og skólastjórnendur. Sko umræðan starfsaðstæður kennara, hún ekki bara eitthvað svona, þú veist, eitthvað kvabb, hún bara raunverulegt vandamál. Sko við verðum að hlusta á það þegar kennari segir, heyrðu, ég ekki að ná utan þetta verkefni. Það of krefjandi. Þú veist, það vantar miklu meiri stuðning, það vantar einhverja, þú veist, ég verð að geta sinnt þessum hópi betur. Og svo þegar við sjáum mælingar á árangri, bara konsekvent niður og við í PISA til dæmis, en líka inn í leikskólunum, í hljómi sem að mæla orðaforðan og fleira, sko, við erum allstaðar að horfa á tölfræðilegar niðurstöður það að okkur sé að fara aftur. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem að hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Og þegar þetta fer saman, skýr skilaboð frá kennurum, og maður sér það líka á þessum umræðu þráðum þar sem að kennarar eru að tala saman sitt starf. Sko, ég held að þessi tillaga móttökudeildir njóti mikil stuðnings meðal kennara og ég vona að ég ekki viss það að meirihlutin í Reykjavík muni hleypa þessum tillögum í gegn. En þegar við erum komin aftur til valda í borginni, þá munum við keyra á þetta. Ég ætla að hendi svakalega heitir í kartöflu út af því að núna vitum við alveg að málumhverfi eitthvað sem er gríðarlega mikilvægt og í Noregi getur ekki sótt það að vinna leikskóla nema að þú sért reiprennandi í tungumálinu. Hér á landi þetta ekki þannig og ég veit að þú ert örugglega með barn á leikskóla þannig að þú vilt örugglega ekkert grípa þess heitu kartöflunni. Það er samt að kasta niður út af því að við getum gert ráð fyrir því að málþroski barna verði mun rýrri ef að það málumhverfi sem að ekki fyrir hendi sem að var kannski hér áður fyrr. Og ef við erum með mikið hlutfall af fólki sem af erlendu bergi brotnu sem að vinna á leikskólunum og að sinna börnunum, þrátt fyrir það að við séum gríðarlega fegin því að þá myndu eflaust einhverjir spyrja sig en hvað áhrif hefur það á málþroska barna að vera ekki í málumhverfi þar sem að móðurmálið íslenska. Já. Hvað veist þetta? Nei, ég meina þetta engin heit kartöfla. Já. Nei, það? Mér finnst það. Ég meina, þú ert foreldri, ég foreldri, þeir sem að hlusta ég meina, það sem þú varst að segja ekki eitthvað kontroversial. Þetta ekki umdeilt. Ég meina, við vitum það. Að grípa til aðgerða þið umdeilt ef við myndum fara að segja við fólk við ætlum ekki að ráða inn fólk á erlendum uppruna. Já, það umdeilt. Það eðlilegt að skólaumhverfið endurspegli líka samfélagi, sko. Við erum með frábæra kennara af erlendum uppruna sem að leggja mikið á sig við að læra íslensku. Ég meina bara í mínum leikskóla þar sem að barni mitt eru frábæri kennarar sem að eru af erlendum uppruna og tala bara fína íslensku. Við þurfum að styðja þau við það. Þau vilja læra íslensku, þau sem sérstaklega sem að vinna í skólaumhverfinu, sannarlega. Þannig að við höfum enga ástæðu til þess að íta í burtu fólki sem að þó að tala með smá hreim að nýta ekki þeirra krafta. Þú ert að setja þessa kartöflu undir kalt vatn út af því að það sem við þurfum líka að ræða samt að við getum gert ráð fyrir því samt að sama hversu lengi fólk myndi í rauninni vinna að því að læra íslensku að þá væri það aldrei hið sama eins og einhver sem með íslensku sem móðurmál. Já, ok, ég skil hvað áttu við en sko, við erum með þá stefnu hjá borginni og flest sveitarfélög eru með þá stefnu að börn, leikskólakennarar eigi að tala íslensku. Og þeir tala íslensku? Já, og það verið að, þannig að það sko, en það sem að við höfum séð, nú man ég ekki nákvæmlega hvernig tölfræðin í þessu en það sem við höfum séð það að börn sem að hafa íslensku móðurmáli
læra frá hausti að vori fleiri orð, íslensk orð heldur en börn með erlend móðumál yfir árið. Þannig að börn af erlendum uppruna að bæta við sér færri orðum og í leikskólanum. Þarna strax erum við komin í halla. Síðan farið upp í grunnskólan og þessi orðaforði hann ekki að styrkjast nægilega mikið hjá börnum af erlendum uppruna. Þannig að við þurfum að hjálpa þeim sérstaklega. Það gerum við sjálfsögðu með því að vera með góða íslensku kennslu og kannski bestir sem til þess að veita hana eru kennarar sem að tala íslensku reiprennandi, sannarlega. En Telur það þurfa að gera eitthvað í þeim málum? Telur það þurfa eitthvað út af því að núna hærra hlutfall út af því þú talar endurspegla samfélagið. Já. Núna í flestum leikskólum hærra hlutfall af fólki í erlendi bergi brotnu heldur en endurspegla samfélagið. Telur það myndi Framsókn grípa eitthvað til aðgerða í þessum efnum? Sko við náttúrulega þegar við stýrðum menntamálaráðuneytinu var farið í mjög öflugar aðgerði við að fjölga í kennarastéttinni með svona hagrænum hvötum og það jókst 20%. Núverandi ríkisstjórn ekki með neitt svona prógram í gangi og það áhyggjuefni. Við verðum náttúrulega að efla kennarastéttina. Við verðum að fá fleira fólk inn og það eru fullt af kennurum þarna úti sem ekki að kenna. Þau eru að vinna í einhverjum allt öðrum störfum og það komum við aftur að starfsaðstæðunum. Við bara verðum, stóra málið bara þetta, samfélagið á fleygiferð. Og það hefur tekið miklum breytingum. Við þurfum að horfast í augu þær breytingar, ekki með ótta eða einhverja útilokun eða einhverja dómhörku. Við þurfum bara að horfast í augu við stöðuna og grípa til aðgerða. Það þarf meiri fjármuni, en það þarf líka kerfisbreytingar. Og þú ert nú svo alltaf að tala góða fólkið og vókið og eitthvað svona, þetta ekki eitthvað sem ég Þú ert sammála mér? Nei, ég bara ekkert að þetta ekki narratifi, þetta ekki einhvern veginn svona eitthvað sem þetta ekki mín pólitík að hafa miklar áhyggjur af þessu, en ég bara segi horfumst í augu við þetta og grípa til aðgerða. Þannig að nú erum við í Framsókn að grípa til aðgerða í borginni. Ég veit ekki hvað meirihlutin munur ekkert gera með þetta, en ég vil að kjósendur viti að við höfum áhyggjur af þessu, en við höfum líka útfærða lausnir í málinu. Og þannig að þetta svona það sem við erum að brasa þessa dagana, en fjárhagsáætlunin við vorum náttúrulega í meirihluta fyrir hluta þessa kjörtímabils. Þar vorum við að vinna alls konar málum, láta gera greiningar á stjórnkerfi borgarinnar, hvernig væri hægt að bæta þjónustuna en leið ná meiri árangur í rekstri. Við erum að leggja hann fram núna, því að tala fjölskyldunar, við erum að leggja fram núna tillögu það, hvernig það eru 4 miðstöðvar, austur, vestur, norður og suður miðstöðvar sem að veita þjónustu út inn í aðalega stofnunum og íbúum. Og við viljum breyta þessu, fækka þeim niður í 2, vera með eina fjölskyldumiðstöð sem þá bara staðurinn fyrir fjölskyldunar í borginni til þess að sækja þjónustu og þannig erum við að draga saman alla okkar sérfræðinga, láta þá vinna betur í teimum, nýta sérþekkingu þeirra og fjölga ákvörðunum, flýta viðbragðinu gagnvart fólkinu í borginni og síðan verðum við tillagan það að vera með aðra miðstöð sem þá meira varðandi hælisleitindur og fólk sem húsnæðislaust eða heimilislaust og svona þessi svona velferðarþjónustan vettvangsteymi fyrir útigangsfólk og fleira. Þannig að við erum svona viljum skipta þessu upp og þarna getum við sparað áætluð hagræðing af þessari aðgerðir 700 milljónir á ári en við erum samt að bæta þjónustuna því að þessu fylgir af líka stefnubreyting það að þau sem að sinna ráðgjöf og veita fara í viðtöl við íbúa, börn og hjálpa stofnununum að leysa úr alls konar málum. Starfsfólki fer bara út í hverfin. Nýtir húsnæði borgarinnar til þess að taka viðtöl. Það yfirleitt best að taka viðtöl skólamál í skólunum,
frekar en að það koma svo fáir í þessa miðstöðar út í hverfunum. Þannig að við erum ekki að draga úr þjónustu í hverfunum, við viljum að starfsfólki fari frekar út í hverfinu. Það er fullt á húsnæði sem borgin á. Þannig að þetta er svona tillaga breytingu sem að við vorum búin að láta útfæra. Mér finnst þetta mjög sniðugt. Já, en það sem gerðist í síðasta meirihluta, við lögðum þetta til, Samfylkingin sagði nei. Þvert nei. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Kæmi ekki til greina að breyta kerfinu sem þau bjuggu til. Og þetta er bara eitt af mörgum dæmum þar sem að við í Framsókn, því ég sem borgarstjóri fekk til mín færustu ráðgjafa í sveitafélagarekstri til þess að horfa dálítið gagnrýnið á kerfið, hvernig getum við gert þetta betur og skilvirkara og hagkvæmara, og við leggjum tillögurnar á borðið og þau bara hlaupa til fjalla. Já. Og ég bara, þú veist, við leggjum þetta fram núna til þess að minna á það. Við erum með hugmyndunum það breytingum í borginni og ætluðum að keyra það, en náðu ekki gegnum síðasta meirihluta. Nei, ég sá einmitt á hann að þú komst haltur hérna inn og ég fattaði ekki af hverju, en svo myndi ég náttúrulega skotið í fótinn með því að fara hérna meirihluta með Samfylkingunni. En Já, sko, þegar Viðreisn, við rifum þetta aðeins upp. Já. Hvað gerðist eftir síðustu kosningar? Við unnum stórsigur, fengum 1/4, komum okkur í þá stöð að geta mynda meirihluta, leituðum fyrst til Sjálfstæðisflokksins. Og enginn vildi vinna með þeim. Við þekkjum þessu sögu. Viðreisn sagði bara nei, útilokaði Sjálfstæðisflokkin og þá var ekki hægt að mynda meirihluta með frá miðju til hægri. Það var það mín fyrsti valkostur. Hefurðu frekar vilja gera það? Já, vegna þess, og ég sagði þá opinberlega á þessum tíma, vegna þess að fólkið vildi fella meirihlutan og knýja fram breytingar, og mér fannst eðlilegast að leita til þeirra flokka sem að voru í minnihluta á síðasta kjörtímabili og reyna að mynda meirihluta með þeim. Mér fannst ég skulda kjósendu það og þess vegna var það reynt. Viðreisn lokaði á þann meirihluta og þau voru bara búin að læsa sig með Degi og Samfylkingunni. Og hvað áttu við að gera? Fara í störukeppni í 6 mánuði og enda síðan bara í meirihluta með þeim? Við bara tókum þá ábyrgð að fara og byrja með þessum flokkum. Vinstri græn fóru náttúrulega út, þannig að svona mesta vinstri slags síðan á þeim meirihluta fór. Þannig að þetta var svona meiri svona vona meiri miðju þarna, en síðan þegar bara líður á kjörtímabilið þá sjáum við það að þau eru ekki tilbúin að fara í þá vegferð sem við vildum, aukna húsnæðisuppbyggingu, að ryðja meira land, ráðast á ný svæði, láta af þessari kreddupólitík varandi samgöngumálin og bílastæðin og þetta rugl. Voru ekki tilbúin að ráðast í stjórnkerfisbreytingar eins og það að fækka miðstöðunum og efla þjónustuna, og við gáumst bara upp, sögðum, herri, við erum farin, við ætlum að reyna að mynda meirihluta með flokki fólksins. En svo var hann til í allt í mannana í Silfrinu. Og svo bara hættu þau við. Hann var það ekki í Silfrinu þegar hún kemur með þér og allt í hennu breytir hún hugmyndum Samfylkingarinnar og segir að það hafi alltaf verið stefna Samfylkingarinnar að brjóta nýtt land. Og þá voru einhvern veginn hægt með þéttingu byggðar. Var þetta ekki það? Ég man að þú horfðir á hann og varst bara, hvað kanntu tala um? Já, það var magna moment. Það var eftirminnileg gaslýsing. Sko, þetta er, þau eru náttúrulega bara í mjög djúpri tilvistakreppu, Samfylkingin í borginni. Og ég er bara þeirra skoðunar að það sé engum flokki hollt að stjórna svona lengi. Sveitafélagi eins og Reykjavík, Samfylkingin hefur verið burðarásinn í meirihlutum síðustu kjörtímabila og svona mismunandi miklir kredduflokkar með þeim, Píratar og Vinstri græn og fólk sem er svona daldið út á jaðrinum í baráttu gegn svona þessu daglega lífi fjölskyldunar það að geta komist borgina á bílnum sínum og lagt í stæði heima hjá sér og eitthvað svona. Og ég
Þannig að ég bara segi fyrir þessar kosningar sem að koma, gefum Samfylkingunni frí, hleypum bara öðrum flokkum að. Það, þú veist, það ekkert sem það getur ekki versnað. Nú eru fimm vinstri flokkar og það alltaf lægst í samlefnarinn, bara, þú veist, sósíalistar og Samfylkingar reyna að ná saman eitthvað og það gerist ekkert. Þú veist, það engar ákvarðanir teknar, það eitthvað svona sýndarmennska eitthvað byggð upp í Úlfarsárdal sem enginn veit hvað á að vera mikil. Þegar þeir kynntu þennan meirihluta og sagði Flokkur fólksins, við ætlum að byggja 10.000 íbúðir í Úlfarsárdal. Það komast ekki 10.000 íbúðir á þessu svæði sem þeir að tala um. Þetta bara eitthvað vitleysa. Og svo borgarstjórinn segir, já, þetta erum við að hugsa til næstu áratuga, 20, 30, 40 ára. Svo mæta þau nokkrum mánuðum seinna og segja 10.000 íbúðir í Úlfarsárdal, en svo skoða maður gögnin og þá eru það 4.000 íbúðir, en fyrsti áfanga 2.000 íbúðir og það á að gerast á næstu 5 árum, 6 árum. Þannig að það eru 2.000 íbúðir, en samt Ragnar Þór, þingmaður Flokks fólksins, í einhverjum göngutúr upp í Úlfarsárdal að tala myndavél og segja, hér ætlum við að byggja 10.000 íbúðir. Þú veist, þetta er bara eitthvað algjört kaos. Og þegar við vorum með þeim í meirihluta, og ég vogaði mér að minnast á það að við þyrftum að fara að breyta bara tölunum, uppfæra tölunar okkar í húsnæðisáætlun, vegna þess að það er eldgos á Reykjanesi. Það er alveg klárt að það verður engin flugvöllur í Hvassahrauni byggður á næstu árum og þess vegna er Reykjavíkurflugvöllur ekkert að fara. Og þar eru 1000 íbúða sem eru inn í tölunum áformum húsnæðisuppbyggingu. Ég segi bara, tökum þetta bara út, hann er bara á nulli, þetta svæði, og þá erum við í skuld. Við þurfum að ráðast í uppbyggingu, í Úlfarsárdal. Við þurfum líka að fara að skoða Geldinganes. Sundabrautin á flegiferð, þökk sé okkur í Framsókn, við erum búin að keyra það mál áfram á þessu kjörtímabili og nú er það verkefni það hefur aldrei komist jafn langt og við erum að fara að velja leið og þá opnast bara Geldinganes sem svæði, af því að þar liggur Sundabrautin yfir og Ætli Sundabrautin endi ekki bara sem einhver hjólastígur ef þessi meirihluti heldur áfram? Sko veist, ég bara vona að skynsemin ráði. Þetta að gera það við Fossvogsbrúna, sko. Það verður, í alvöru tala, ég bara skil ekki hvernig, sko, borgarbúar og svona stórhöfuborgarsvæðinu geti samþykkt það að sé verið að ráðast í það að byggja heila brú sem að bara vera fyrir einhver sporvagn sem að enginn veit hvernig á að líta út eða strætó og hjól en alls ekki engabíla. Ég er ekki viss það að íbúar á Kársnesinu myndu vilja fá allan Hafnarfjörðinn í gegnum þessa þröngubyggð á Kársnesinu á morgnana og síðdegis. Ég er ekki viss að Kópavogsbúar myndu samþykkja það. Nei. Ég held bara alls ekki, sko. En sko, þannig ég held að þú veist, við í grunninn varðandi samgöngumálin þá er samgöngusáttmálin ansi gott plagg inn í framtíðina. Við vitum það að við verðum að gera göng undir Miklubraut, gríðarlega öflugt, við náðum því í gegn á þessu núna við uppfærslu samgöngusáttmálans. Mislæg gatnamót á Bústaðaveg, mjög flott og margar svona stórar samgönguframkvæmdir fyrir akandi umferð og samhliða því verðum við að búa til forgangsakreina fyrir strætó. Þetta er ekkit rosalega flókið. Við gundum kalla þetta borgarlínu eða hraðstrætó eða eitthvað. Skiptir engu máli. Í grunninn er þetta bara forgangur fyrir almenningssamgöngur framhjá hinni umferðinni. Og mér finnst þetta bara einhvern veginn borðleggjandi. Þetta ekki vinstri mál eða hægri mál eða miðjumál eða eitthvað. Þetta bara verkfræði og nýting á rýminu inn í, þú veist, sem við höfum inn í borginni fyrir umferð og ég er alveg samfæðan það að það verða ekkert þú veist, þetta tekur tíma, þetta mun taka lengri tíma að ná upp nýtingunni á strætó, þar að segja fjölga farþegum, það mun taka lengri tíma. Þessi fjárhags áætlanirnar í þessu eru brothættar en ef við ætlum ekki að gera neitt, ef við ætlum bara að segja nei, við viljum ekki borgarlínu en við viljum bara mislæg gatnamót, þá erum við bara í tómu vilsu. Við verðum að gera þetta allt saman og hjólastígana og göngustígana og allt þetta. Þetta er eitt stórt púsluspil og ef við sleppum einu púsli
þá náum við ekki árangrunum sem að sá að draga úr ferðatíma, draga úr umferðateppum og einfalda líf borgarbúa. Þetta bara snýst þjónustu. Þetta bara eins og snjómokstur eða sorphirða eða hvað annað að byggja samgöngukerfi sem fungerar. Það bara hversu lengi þetta skutlast eftir krökkunuðinum í leikskólan eða fórið til búð. Ég meina, þetta bara þjónusta að við séum með skilvirt kerfi. Þannig þú veist, þessi umræða sem að er einhverjum svona reiðir kallar á netinu að öskra hvað allt sé heimskulegt. Mér finnst þetta ekki að hafa plani, sko. Ég skal bara vera alveg brútal með það. Ég finnst bara, menn eru konir út í það að rífast það hvernig sætin í þessum strætóum að ég vera á litin, sko. Já, ég reyndar verið mjög ánægður ef að almennir samgöngur myndi batna, sko, þá myndi fólk drullast frá minni akrein, sko. Akkurat. Þannig að ég vil vera minni mengabíl, sko. En ég held að ríka að það séu mjög margir Þú ert ekki að vera náttúrulega almennir samgöngur. Vistu það, ég bara, sko, ef það væru ótrúlega góðar. Ef ég geti labbað út nokkur 100 metra í strætóskýli sem að hlýði mér fyrir veður og vindum og ég var í fljótari í vinnuna með strætó heldur en á bílnum, þá myndi ég nota almennir samgöngur. En ég það ekki í dag. Reyndar þetta þannig að líf okkar mismunandi flókið eftir í á hvaða tímabilum við erum. Nú ég með 4 börn og þarf að hugsa þau öll og það þarf að skutlast í frístundir og tómstundir og alls konar erindi með barnaskara á hverjum einasta degi og ég veit að ég reyndar á gamalsaldri að eignast alltaf fleiri börn en svo stoppar þetta tímabil og það tekur við annað þar sem börnin orðin sjálfbærari og maður hefur aðeins meiri tíma þannig að sko aðalatrið að mæta þörfum allra það að vera með valfrelsið sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem ekki frá bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. En þetta ekki, þú veist, það sem fer út af því að þú varst að tala þessa reiðu kalla og ég skil það alveg, ég alveg sammálaður að stundum finnst mér svona svolítið sérkennileg Nú ég að móðga eitthvað rosalega Já, býtu bara, sko, oftast þetta einhverjir samt sem eru á hinum endanum í þessar umræðu einhverjir svona sem að voru í kringum tvítugt að finna sig kynferðislega í einhverjum lýðháskóla í Danmörku með nefring og einhverja dellu sem að eru bara, maður, það var svo geggja gaman þegar ég var að taka sporvagnin í Danmörku eða strætó í Danmörku. Já, sem eru borgarlínu megin í lífinu. Já. Og þetta eins og segja, þetta oftast einhverja fjólubláa skálaklippingar sem að fóru og voru að finna sig eitthvað í kringum tvítugt sem eru bara ekki með hundsvit á því að við erum hálft árið með þannig veðráttu að það ómögulegt að vera að taka þetta. Þannig að sjálfsögðu eru fólk með einhvern veginn efasemdir sem eru búið upp í Garðabæ og segja bara, ég vil bara sé græjað betri ljós eða einmitt stokkur eða eitthvað annað hannig. Ekki vera með einhverjar dellu hugmyndir það að við getum verið í Kaupmannahöfn. Þú veist, það bara meikar ekkert sens. Nei, sú umræða líka alltaf svo, mér finnst hún svo, vandræðaleg. Sko, hvað sjálfstraustið? Við höfum að bæta þessa þjónustu og bæta almenningssamgöngur og sjálfsögðu og allt það, en við erum í Reykjavík. Getum við ekki bara verið stolt af henni, eins og hún Jú, ég meina auðvitað breytist hún. Við höfum það í verkefni að byggja hana upp við okkur fjölgar. Við þurfum að byggja meira húsnæði. Það þýðir það að við þurfum að skipuleggja borgina og allt þarf þetta að vera á forsendum þess að fólki líði vel í borginni og hún sé skilvirk og falleg og skemmtileg. En ekki vera, þú veist, ég hlusta ekki á fólk sem segir við þurfum að breyta Reykjavík í Kaupmannahöfn.
ég vil bara Reykjavík sé Reykjavík og við mótum Reykjavík og það er dásamlegt að fá tækifæri til þess að gera það. Hluti af Reykjavík er það að vera með dásamleg útkverfi, það sem er bara garðar og grænsvæði og langt í næstu búð. Það er líka bara hlutaði, það er alltaf verið að tönglast að það verður að vera búð í göngufæri, já, það væri frábært, en það er líka bara fullt af fólki sem að líður bara mjög vel í því umhverfi, að búa í útkverfi og það er bara ekkert rosalega stutt í næstu búð. Þú þarft að keyra, að því að þú nennir hvort sem ekkert að labba með þess að póka heim. Já, með krakka líka. Þú veist, einhver ein sýn á það, hvernig 10 mínútna hverfið á að vera, og allir eigi að elska það. Jú, það er fínt hérna þar sem er kannski mesta þéttingin og í miðborginni og eitthvað svona, en mega útkverfin ekki vera útkverfi. Er á eitthvað að þarf að breyta þeim í eitthvað annað? Er þetta bara eina narratífið, eina lausnin, 10 mínútna borgin, þar sem þú getur labbað í allt? Þú veist, það hefur örugglega margvísleg lýðheilsu áhrif og þú veist, eitthvað jákvæð og gott fyrir suma borgarhluta, en ég bý í útkverfi og ég elska það og ég veit 20.000 annara sem elska það, meira heldur en það að þurfa að labba á milli að labba allar sína erinda, sko. Já, en þú veist eins og segja, og líka oft á tíðum þá mér finnst bara líka að þurfa að draga eins og þú veist tala þetta fólk aðeins í raunheima, sko, það get ekki allir einhvern veginn verið með, þú veist, kvíða á TikTok yfir loftslagsbreytingum og vera þunnur á föstudegi. Það bara gengur ekkert fyrir alla, sem þurfa bara að vera í raunheimum, það sem voru að takast á við raunverulega vandamál en ekki væli yfir því hvað allir eru ómögulegir. Þannig að einhverju leyti er þetta það líka. En hérna, þetta erum búin að tala um þjónustu og erum búin að tala um fjármagn og fleira. Þá er eitt í þessu. Þetta er búin að tala um velferðarsvið og ég er mjög reyndar hrifinn eins og segja af þessum hugmyndum svona fjölskyldumiðstöð og svo svona velferðarmiðstöð. En það er eitt við velferðarmálin sem er líka önnur heit kartafla sem er bara kulnun. Kulnun? Já. Og það er orðið eitthvað tískufyrirbæri sem að byggir á því að ef þú ert orðin rosalega þreyttur að þá einhvern veginn áttu rétt á því að fara í langtíma frí og fá afturreikna yfirvinnu og fá launin þín bara greidd. Þetta er orðið tískufyrirbæri sem er orðið allt of, viðgengst allt of mikið. Þetta er náttúrulega samkvæmt tölum virk að þá eru mjög fáir af þessum sem eru að skrá sig í kulnun í raunverulegri kulnun. Þetta er vandamál sem að velferðarsvið hefur átt mjög erfitt með að takast á við. Það er engin lengur sem hættir í vinnu, það fara allir í veikindafrí og þetta er stórkostlegur vandi. Sjúkradagpenningar stéttarfélaganna eru að renna mjög hratt frá þeim. Ég er að tala við stjórnarmenn í þessum stéttarfélagum sem að segja bara þetta er langstærsti vandinn, það er bara ekki hægt að takast á við hann og það hefur megum ekki ræða þetta. Sama gildir um borgina og sama gildir um velferðarsvið og sama gildir um svona minni svið á velferðarsviði. Þetta er bara, það má ekki ræða þetta. Við tölum ekki um þetta, það hættir enginn í vinnu, það er enginn rekinn, það fara allir í veikindafrí. Og spurningin er Nei, bara gríptu þennan boltan. Já, ég held að Þú veist þetta alveg vel og ég að þetta er vandamál, en það er sérstaklega fyrir stjórnmálamenn, sko, það má ekki ræða þetta. Jú, ég er tilbúin að ræða hvað sem er, sko. Ég hef náttúrulega miklar áhyggjur á þessu eins og allir sem er að hafa verið í rekstri. Veikindahlutfall opinberra starfsmanna er mun hærra heldur en starfsmanna á einum almenna markaði. Veikindahlutfallið í leikskólunum er 10%. Það er gríðarlega hátt. En það er líka birtingamynd starfsaðstæðna sem að við berum ábyrgð á að laga. Við hjá borginni höfum innleitt ákveðin verkefni og verkferla til þess að styðja stjórnendur í því verkefni að tala við starfsfólk þegar það svona er að stefna í veikindi. Við erum með svona endurkomu áætlanir og ákveðin þrýsting og stuðning við starfsmanninn en síðan stuðning við stjórnendur að taka á af því að það getur alveg komið upp einhvers konar eitruð stofnanamenning inn í ákveðina skipulagsheildir eða skilur innan kerfisins
og það gríðarlega mikilvægt að vinda ofan af því. Ég held þetta sé, það náttúrulega mismunandi eftir starfstéttum líka hvar álagið, hvernig það birtist og hvernig við höfum búið þessi kerfi og ég ætla ekki að fara í vörn endilega fyrir kerfið og segja það bara svo mikið álag. Við vitum alveg að það óbáslega mikið álag í sumstaðar en ekkert allstaðar sko. Þannig að ég held að Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Polsen. Polsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Polsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Polsen.is. Láttu græða rúðuna strax í dag. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæði fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Það er ekki meira álag í dag heldur en við erum að fara inn í innleiðingu styttingu vinnuvikunnar og framleiðni per starfsmann búin að minnka. Þannig að sérstaklega hjá hennu opinbera þá er þetta ekki meira álag. Nei, maður hefði haldið að stytting vinnuvikunnar ætti að vinna á móti þessu en við höfum ekki séð þróunina í þá átt. Það hins vegar hægt að ná árangri með veikindahlutföll og við sáum það að meðal annars í Landspítalanum þar sem að var veikindahlutfalli var komið að sé hátt. Willum Þór heilbrigðisráðherra þáverandi fór í aðgerðir með stjórn spítalans og stjórnendum og það náðist bara mjög mikill árangur. Þannig að það alveg hægt að vinda ofan af svona og styðja starfsfólk í gegnum sína erfiðleika og stjórnendur aðalega. Þetta rosalega, það mikilvægt að stjórnendur fái backup frá sínum yfirmönnum og pólitíkinni á endanum í opinbera að gera til þess að taka á þessum málum. Þannig að já, þetta fín lína hvernig við tökum á þessu en þetta eru gríðarlegi fjármunir sem að liggja í veikindagreiðslunum. Það mjög fyndið með stjórnmálamenn. Alltaf þegar að koma upp einhver vandamál að þá, sérstaklega þegar þeir eru við stjórn eins og sást með Sjallana í síðustu ríkisstjórn að þá ekkert þeim að kenna. Það var aldrei neitt þeim að kenna, það ekkert sem að þeir gátu gert og þeir voru bara í þessu meiri hluta og þar af leiðandi voru þeir bara með algjörlega bundnar hendur nema þegar kemur að kulnun. Þá segir stjórnmálamenn, já nei, þetta kerfinu að kenna, þetta okkur að kenna. Þetta bara tísku fyrirbæri þar sem að fólk hefur verið verðlauna fyrir leti og það mín skoðun. Og ég var að ræða þetta við út af því ég að vinna á sambýli fyrir fatlaða. Ég var að ræða við mann í gær sem svolítið sammála minni þessu og reyndar á margir af mínum vinnustæði eru sammála mér með þetta. Út af því að núna í rauninni að vera opinber starfsmaður, það engin hvati að standa sig vel. Og eina sem að stöðvar þig við það að fara í langtíma veikindi bara vinnusiðferði. Og það vandinn í dag. Það að vinnusiðferði orðið alveg galið lélegt. Við erum að sjá ungt fólk, sérstaklega svona fólk í kringum 20 sem ótrúlega latt. Það stendur sig illa í vinnu og það nennir ekki að mæta út af því að það segist bara að vera veikt. Það fer svo í einhverja langtíma kulnun og fer á sjúkradagpenninga og eitthvað þannig. Þetta hefði aldrei verið í boði áður. Þannig að eina ástæðan fyrir að kulnun fyrir hendi út af að hún í boði. Og þetta eitthvað sem við þurfum að horfast í augu við út af því að eins og segi, sjúkradagpenningar stéttarfélagana að renna þeim og greipum og líka rekstur og borgarinnar út af því að við þurfum að tala að fjármagn þurfa að mæta fylgja öllum þessum málum sem við erum að tala hérna í dag. Fyrsta skrefið væri bara að taka út kulnun og að búa til einhverja innankerfis hvata af því að standa sig vel í vinnu. En það ekki fyrir hendi. Þar kemur kannski kjarasamningsumhverfi þessara stétta daldið inn í það hjálpar ekki þessum kerfum eins og þú ert að nefna hérna með rekstur fatlaðra, þar að segja búsetuúrræða fyrir fatlaða að mjög stór hluti starfsmanna í hlutastörfum.
það er mikil starfsmannavelta og fólk kannski sér ekki fyrir sér að starfa þarna í langan tíma. Þannig að svona tryggð við vinnustæðin, það er óhjákvæmilegt að þegar þú ert með svona mikla starfsmannaveltu að stærri hluti starfsmanna ekki með sömu tryggð og fólk sem er í þessu af ástríðu og að nýta sína menntun og þekkingu í þessu ófaglægt starfsfólk. Þetta sama fólk gríðarlega mikilvægt til þess að halda þessum kerfum gangandi. Þannig að það sem skiptir máli að tryggja það að fagfólkið sé ná fagfólkinu inn. Þannig að það sé stöðurleiki í starfsmannahópnum og þá myndast þessi tryggð. Á þessu sögðu þá hef ég líka hitt starfsfólk sem er þarna í hlutastörfum og hefur ótrúlega ástríðu og tryggð við vinnustæðin og að vinna í þessum störfum miklu hjarta. Þannig að það en ég meina að þetta alveg réttmætt ábyrgðing hjá þér að þú veist, þarna liggja miklir hagsmunir. Annað, þar sem að mér fannst þú aðeins missa hausinn í sambandi við Snorra Másson. Alltaf að ræða. Já, Snorra Másson. Af hverju býðu? Ok, má ég aðeins spyrja. Nú er ég býta aðeins. Nú er ég borgarfulltrúi. Við erum að fara í kosningar eftir nokkra mánuði og þú ætlar að fara að spyrja mig það hvað þingmaður miðflokksins sagði fyrir einhverjum mánuðum síðan. Ég skil mjög vel að verði forðast þetta. Nei, ég tilbúin að tala þetta en bara tíminn líður. Sko, ég bara hafna þessu að menn taki sér eitthvað dagskrárvald út af einhverjum nýsmálum sem í grunninn í stóra samhenginu er algjört aukaðatrið. Ertu ekki sammála með samt að það misti svolítið hausinn þegar að þú settir fram einhverja tillögu í borgarstjórn, það? Já, og ég get alveg sagt þér af hverju ég gerði það, Okay. að því ég var að senda miðflokknum skilaboð, Hver eru þau bara skilaboð? með mjög opinberum hætti og bara þeir með að hlusta sem vilja hlusta, að því að þeir geta talað transfólk eins og þeir vilja í sínum bergmálshellum, en sko ég var bara að senda þeim pólitísk skilaboð. Ef að þeir ætla að koma í borgina og verða viðræðu hæfir borgarmálin, þá er eins gott að þeir sýni fólki virðingu, sýni því skilning, að beri séu umburðarlyndir gagnvart þeim hópum sem að borgin er að þjóna og hlúað og þessi hópur, sérstaklega ungmenni sem að við erum að reka félagsmiðstöð fyrir og við erum með inn í okkar skólakerfi, transbörn, þetta er viðkvæmur hópur, hann er útsettur fyrir ofbeldi og einangrun og er ekki í valdastöðu í umræðinni eins og kannski einhverju þeir sem eru í þessari baráttu fullorðið fólk og ég hef hitt þessa krakka og ég var bara að senda miðflokknum skilaboð, ef að þið ætla að koma og tala borgarmál, þá skulle þið vita það að eitt af stóru verkefnunum okkar í borginni er að tryggja það að börnum og ungmennum að þeim sé sýnd virðing, að þeim líði vel og þau séu viðurkennd af okkur sem stjórnvaldi og ég vona að þeir hlusti og komi bara með einhverja skynsama góða frambjóðendur í næstu kosningum sem eru tilbúin að standa með því að þessi krakkar eru til og þau er rétt á því að það sé komið fram við þau að virðingu í orði og á borði og þessu örugum það að það sé til dæmis standi ekki til að fara einhvern veginn skerða þeirra réttindi eða tala niður til þeirra. Það er bara það og nú ætlum ég ekkert að fara eða tími í það að ræða það hvað endilega nákvæmlega hvað kyninu mörg eða eitthvað skilur við getum alveg talað hvað eru margir mörg litbrigði í íslenska hestinum þetta er umræða sem skiptir engu máli, fólk á bara rétt á því og ef þú ert borgarfulltrúi, við ekki gleyma því, þú ferð borginu, þú ferði hinsegin félagsmiðstöðina, hittir þessa krakka og þú nýbúin að segja, heyrðu, þú ert ekki til, hefur sjálfstæðst til þess að gera það? Ég persónulega? Nei, ég spyr
Við höfum að taka okkur alvarlega ef við ætlum að vera í þessari nærþjónustu sem sveitarstjórnarmálin eru og við berum ábyrgð á því hvernig við tölum og við eigum bara númer 1, 2 og 3 og tala til fólks af virðingu og mér fannst það skipta máli að stíga aðeins inn í þetta mál alla jafna hefði ég ekkert gert það að því að mér finnst þetta þú veist, ég nenni ekki að láta Snorra Másson eins ágætur og hann stjórna bara einhvern veginn allir umræðu þetta er bara bjánaskapur tölum eitthvað sem að raunverulega skiptir máli í þessu þjóðfélagi þetta bara eitthvað 0,1% af þjóðinni sem að þarna við erum að tala niður til þessa hóps hvað vitleys þetta? Skiptir þetta einhverju máli? Ég þú veist, mér finnst þetta bara lágu plani. Hlaðvarp í samstarfi við heitirpottar.is hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því mikilvægt að huga að báðu og það nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13 en þar opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Já, ég heyri það. Fyrst getur ég talaði við Dag Bjargeirsson, þá áður en við byrjum að taka upp. Þá sagði ég við hann að ég ekki sammála allt í stjórnmálum, en ég bar mjög mikla virðingu fyrir því, hvernig hann tókst á við það þegar það var skotið á bílinn hans á svona tíma. Já. Og það sem að ég tel og ástæðan fyrir ég segja að hafa mist hausinn ekki endilega út af því að þú getur ekki komið með áleiðis þínu sjónarmiðum heldur bara aðalega það að þegar að Snorri Másson segir að hann telji að það séu til 2 kyn að þá þarf lögreglan að vakta heimilið hans. Þannig að það sem ég að segja að ég tel að mjög margir hafi mist hausinn gagnvart afstöðu sem ég tel að mjög margir halda fram og það það sem ég tel að hafa við svolítið þessu samfélagi mist hausinn. Þar sem að við erum, þú veist, það allir við erum með liggjandi mann og við erum ég Einar Þorsteinsson í borgarstöðunni, ég ætla líka að fá að berja, sjáu hvað ég góð manneskja. Það var svona þannig sem ég horfði á þetta. Já, bara alls ekki þannig. Ég meina, lögreglan hefur líka vaktað mitt heimili, sko. Stjórnmálamenn lenda bara iðulega í því og við erum ekkert að segja frá því og væli við því. Sorry, ég bara vorkenni honum og hans fjölskyldu sannarlega, það mjög óhugulegt þegar þú færið hótanir. En ekki nota það til pólitíks framdráttar þegar þú stígur inn á völlin og ferði í svona einhverja umræði sem að allir vita að verður umdeild að það sé eitthvað birtingamynd það að þú megir ekki tala málin að því að það komi einhver hótanir og lögreglan, þú veist, ég meina þetta bara gerst oftar en einu sinni hjá mér, sko. Þú bara segir grow a pair. Daldið, í alvöru. En ég ætla ekki að gera lítið úr þessu. Ég meina, það mjög alvarlegt hvað stjórnmálafólki oft hótað. Ég meina, við bara, það bara öryggisráðstafanir í kringum marga stjórnmálamenn sem að fólk veit ekkert af. Og það ekki enginn að tala það og einhvern veginn opinberum vettvangi. Við svona alla jafna erum lánsöm að búa í þjóðfélagi þar sem að ofbeldi gagnvart stjórnmálafólki ekki algengt en hótanir ofbeldi og ég fann bara mjög til með honum og hans fjölskyldu aðalega að því að oftast hafa svona hótanir meiri áhrif á fjölskylduna heldur en stjórnmálamannin sjálfan en að það sé birtingamynd það að málfrelsi hans sé eitthvað skert sko ég ekkert viss það, sko. Ég hef ekki heyrt hann draga af sér síðan. Sérðu eftir því að hafa farið í innan meiri hluta með Samfylkingunni? Það kannski erfitt að sjá eftir einhverju sem þú gast ekki alveg stjórnað. Ég hafði var kosin til þess að axla ábyrgð. Við fengum mikinn stuðning og við
hinir flokkarnir læstu sér saman, þeir bjuggu til bandalag, við gátum ekki farið í aðra átt og ég, kannski sé ég eftir því að ég hef ekki sprengt fyrr en en svo þetta bara daldið lest á ferð sko, þú byrjar og þú ert að vinna í verkefnunum, við tókum við 16 milljarða halla örfáum mánuðum eftir kosningar, eitthvað sem að enginn vissi fyrir kosningar, við erum á fullu að berjast í því að ná niður hallanum í meiri hluta með flokkum sem hafa gaman að því að eyða peningum. Sem að nýjum meiri hlutin alltaf að klappa þessu líka baki fyrir, það var mjög gott. Það var alveg korona eða sko. En þannig að þú veist, við vorum bara upptekinn en þegar ég fann það að við kæmist ekki lengra, þá tók ég bara á við mér róttaka ákvörðun og ég trúi ekki öðru en að kjósendur átti sig á því að við tókum gríðarlega erfiða ákvörðun svona út frá því að vera í valdastöðu, að leggja allt undir, segjum stopp á þetta samstarf komist ekki lengra því að kjósendurnir okkar vilja við séum að gera aðra hluti en við erum að komist með upp að gera í þessum meiri hluta. Við ætlum að tala við aðra flokka og höfum að sjálfsög fengið gott veður frá flokki fólksins að þau væri tilbúin að koma með okkur í samstarf. Getur þú sagt mig betur frá því? Hvernig var hún sem satt lofar að fara í samstarfið, Inga Sæland tekur handbremsuna? Er það ekki rétt? Ég ætla að fara yfir þetta kannski síðar. Hvað, í sjálfsæfisögunni? Segðu þetta bara Kannski, en það er margt sem gerist, en við að sjálfsögðu vorum með gott veður frá flokki fólksins. Ég veit þetta var svona sko. Og líka náttúrulega Kristrún, hún hefur líka eitthvað þetta að segja. Og þá var aðalatriðið að ná að mynda meiri hluta með flokkum sem voru tilbúin að hlaupa í sömu átt. Eftir á að hyggja þá þú veist, ég er bara ánægður með það að hafa staðið á sannfæringu okkar að geta hort fram henni kjósendur og sagt, ef við getum ekki gert það sem við sögðumst ætla að gera fyrir ykkur kjósendur, þá tökum við ekki þátt í þessu. Þá bara biðum við traust ykkar í næstu kosningum og það er alveg klárt að Framsókn er lykillinn að því að fella þennan meirihluta í næstu kosningum. Sjálfstæðismenn eru að mælast nokkuð háir núna, við sjáum hvernig það getur margt breyst. Viðreisn er í ríkisstjórn með Samfylkingunni. Ég veit ekkert hvað þau ætla að gera eftir næstu kosningar. Gengur vel á Miðflokknum? Hvort að þau lími sig við Samfylkinguna í borginni. Miðflokkurinn, þau er náttúrulega eftir að stilla upp á lista og vonandi vera það ekki einhverju transhatarar og rugludallar. Það verður að vera hægt að tala við þetta fólk og svo og eina leiðin til þess að fella meirihlutan og mynda nýjan meirihluta frá miðju til hægri eins og ég vil gera, að þá er það leiðin að kjósa Framsókn. Ef að Snorri færi fram í borgarstjóra og hann er í borgarstjóraefni þeirra, myndirðu búa til borgarstjóra með honum? Er hann ekki, skapa meirihluta? Ég meina, hann er á þingi, sko. Já, það er nú alveg, hafa nú einhverju talað um þetta, tala líka einhverjum Gulla, hann er líka á þingi. Já, ég bara ætla ekkert að úttala mig um eitt eða neitt í þessu. Ég bara sagt. En þú getur alveg hugsað þér það? Það fer bara, þetta snýst málefnin, sko, og hvort það sé traust á því að menn séu tilbúnir að klára þau. Þannig að þú veist, ef og hefði og eitthvað þetta er bara ótímabært, en aðalatrið er þetta, það verður að koma þessum meirihluta frá. Hann er ófær að taka ákvarðanir og það þau bara lýsa því yfir núna í fjárhagsáætlun umræðu hana að þau séu hætt allir hagræðingu, bara eins og hagræðingu ljúki einhver tíman í stærsta fyrirtæki í landsins, Reykjavíkurborg með 12.000 starfsmenn og samfélag á hreyfingu og stjórnkerfi á hreyfingu og nýjar áskoranir og eins og við séum ekki alltaf með ykkur á hagræðingu. Að kaupa eða selja húsnæði er ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því er það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson.
Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Ætluðu líka sögðu strax og komu græna tölur, þá var það strax merki þess að þau ættu að eyða meira. Já. Þetta var næstum því magnað að fylgjast með þessu. Hann var alltaf fá sér tóka eftir því. Þegar Björg Hilmarsdóttir kemur fram og segir bara, við erum að skila bara rekstrarhagnaði og það þýðir bara meira handa öllum. Við, samkvæmt fjármálastefnunni sem að var sett í minni tíð, þá erum við með það að markmiði að byrja að greiða niður skuldir umfram nýjar lántökur 2027. Við erum að vaksa svo mikið, við erum að byggja svo mikið af leik- og grunnskólum og í viðhaldsátaki og svona að það mikil lántaka, en við verðum að fara að byrja að borga niður meira og við og til að draga úr lántöku þá þurfum við að eiga meiri afgang, þannig að við þurfum að auka rekstrarafganginn okkar. Þetta bara rosalega einföld, þetta eins og að reka heimili og en þau eyða bara afgangnum. Þeim alveg sama og þannig að bara framtíðarsýnin það hvernig þú ætlar að gera rekstur borgarinnar sjálfbærari, draga úr vaxtagjöldunum, ég meina þetta eru gríðarlega fjárhæðir, auka álit markaðarins á skuldabrjónum okkar, þar að segja fá betri kjör á þeim lánum sem við erum að taka. Það engin framtíðarsýn hjá þessum flokkum. Þeir eru bara alltaf að hugsa næstu einhvern veginn næsta kaffibóð það sem við getum sagt, við vorum að setja 50 milljónir í selalaug fyrir ykkur dýravenduna sína og við erum að setja þetta fyrir þennan bakhóp sósíalistaflokksins og þennan bakhóp pírataflokksins og eitthvað svona. Þetta er alltaf svona, þetta er á svo lágu plani. Fyrirgeðu, ég er bara Þú ert að láta allt gósa Hvort var auðveldar að vinna með Degi eða Heiðu? Degi? Já. Þú voru að koma nær og segja Já, nei, ég fannst það. Já, af hverju? Já, bara reyndari. Já. Heldur að Heiða, já, þú veist það, þú segir bara, ég veit að ég er ekki að stilla upp á lista fyrir aðra. Nei, ég held þetta verði mjög áhugavert, þið eru samt í smá kreppu, það búið að þið eru ekki að mælast hátt. Þú segir að þeir séu lykillinn að þessu. Ég hef engar áhyggjur að þessum skoðanakönnunum. Það er bara, ég meina það er einhver, við fórum undir 5% strax leið og við mynduðum meiri hluta í upphafi kjörtímabils og við erum búin að vera þar síðan. Landsmálin smita inn í þetta líka, en þegar kjósendur fara raunverulega að hlusta á umræðu hvað þarf að gera í borginni, hvað hefur verið að gerast í borginni á þessu kjörtímabili og hvað framtíðin snýst, að þá held ég að við Framsókn munum ná meiri áheyrn og þegar fólk áttar sig á því, það stefnir bara áfram í 5 flokka minnstri meirihluta, þá held ég að fólk fara að leita sér að nýjum flokki til að kjósa og þá komum við sterklega til greina flokkurinn sem að snýri við rekstri borgarinnar, erum með útfærðar hugmyndir breytta stjórnkerfi, bætta þjónustu, meiri ábyrgð í rekstri, framtíðarsýn, kreddulausa pólitík og bara vinna fyrir fjölskyldunar í borginni. Þetta snýst þetta. Einfalt. Þetta þarf ekki að vera neitt rosalega flókið. Og ég held að það sem að kjósendur vilja, það er bara þú veist, breytingar frá þessu kreddurugli. Var það aftur slagur eða ykkar? Breytingarnar? Kjóstu breytingar? Já, en það ekki bara. Ég meina, þú lofarið þetta skipti. Nei, ég meina, við kerðum í gegn margvíslega breytingar, en við þetta snýst ekkert slagurinn. Ég vona bara að fólk horfi á það hvernig við náum meiri árangri. Ég meina, borgin ótrúlega öflugt. Ég meina, það eru miklar tekjur. Við getum gert svo mikið bara ef við gerum þetta rétt.
og það eru svo miklar áskoranir sem við verðum að takast á við inn í leikskólunum, inn í grunnskólunum, bara öldruð þjóðarinnar, tölum eldra fólk. Það er sko gríðarlega áskorun að halda eldra fólki heilbrigðu og hamingjusömu af því að þeim fjölgar svo hratt. Þau verða orðin svo stór hópur hérna eftir áratug, miklu stærri heldur en spárnar gerur ráð fyrir. Og það eru gríðarlega fjárhagslegir hagsmunir fyrir utan bara félagslegir að halda þessu fólki í virku og hamingjusömu, ekki einmanna, heldur í samfélagi. Við þurfum að byggja undir þau, lífsgæðakjarna, það er eitt af því sem við gerðum á þessu kjörtímabili, það var að við Framsókn settum í gang lífsgæðakjarna verkefni þar sem er á 3.000 íbúðir fyrir eldra fólk í skipulagsferli. Menn að þetta eru risa breytingar, þetta er eitthvað sem að síðustu flokkar höfðu engan áhuga á. Þannig að við erum bara við erum bara klár. Þið eru klár. Já. Einar Þorsteinsson, takk æðislega fyrir að koma þangað til næst. Takk sem leiðis.